þegar Guð var að skapa mannin, Úli, þá held ég ekki að Guð hafi verið skilur hérna eitthvað með bara klikkað, hún myndi bara, vá, hann mun hafa augu, hann mun sjá og hann mun skilur bara, hann ógeðslega, þetta bara mitt meistaraverk, ógeðslega mikil dýr og svo fer hann hérna niður og hann sem skilur skapar hendurnar og þessi verkfæri og svo kemur hann niður í klofa og þá er hann eitthvað hérna bara, þú veist, lokar augunum og skilur gera þetta því hann þarf að gera kynfæri og kynlíf og allt sem hefur með það að gera er Guðs hugmynd og Guðs plan. Guð er ekki tippi og píkur eru Guðs hugmynd og ég ætla rétt eins og allt annað í líkamannum, já og kynlíf og allt sem hefur það með það að gera og við ætlum kannski tökum við bara sér þátt í að sér í kynlíf með eitthvað dæmi kynferði ekki kannski alveg kynlíf sem tók við After Dark en punkturinn þessi að kynferði og kynlíf er Guðs hugmynd og við erum að sjá bara leiðbeiningar í orði Guðs hvernig því er best háttað og hvað Guð var að hugsa það að því sögð, þá eru samt ákveðin bönn líka og við ætlum núna að tala í þessum þætti losta og þegar við kannski aftur sem við tölum í síðasta þætti þessi takmörk að við erum ekki að virða þau takmörk sem Guð hefur sett okkur og öðrum mögulega og losti er eins og önnur synd í þessum lista sem við höfum talað að þetta er eitthvað sem að getur náð tökum á manni og þá er það orðið að losta að kynferðisleg löngun gagnvart einhverjum sem að er, þú veist, samþykkur og giftur þér og eitthvað svona skilur innan þeirra marka sem Biblían setur. Það er heilbrigt og fallegt og nauðsynlegt til blómstrunar á mannkyninu. Já. En sem sagt eitt svona kjarnyrtvers sem að Biblían setur fram hvað þetta varðar er hefur ekki með endilega verknaðin að gera heldur hugarfarið eins og margar af þessum höfuðsöndum og það er sem sagt í 1. Jóhannesarbréfi 2. kafla 16. versi og þar stendur því að allt sem maðurinn girnist allt sem glepur augað allt oflæti vegna eigna er frá er ekki frá föðurnum heldur frá heiminum að þarna er hann að leggja áherslu á það að hvað er að glepa augað? Glepja augað er svona að grípa það og grípa það á neikvæðan hátt svolítið svona grab it and drag it down ekki staðfestar heimildir bara mín kenning ég meina, já allt sem lokkar að þarna og þarna er þú veist, þarna er svo mikið verið að horfa bara inn á við þú veist, að er þessi löngun í þessu tilfelli kynferðisleg er þetta eitthvað sem er heilbrigt og er þetta eitthvað sem að væri æskilegt fyrir þig að fylgja eftir eða ekki og annað kannski bara meira svona sértækt nákvæmlega kynferðislega freistingu meira en bara gerind eða bara ást á eignum sem að þetta hefur líka með kynferð að gera klálega versi sem við tala en Páll segir í 4. Korinthubréfinu 6:18 flýið sörlifnaðinn og þannig eru komið með þetta stórkostlega íslenska hugtak sörlifnaður sem á í rauninu bara við kynferðislega synd sérhver önnur synd, heldur Páll áfram, sem maðurinn drýgir er fyrir utan líkama hans en sörlífsmaðurinn sorry, mér finnst þetta bara þetta hugtak svo sem syndgar kynferðislega, hann syndgar á móti eigin líkama og okkur langar pínulega kannski áherslu á það í þessum þætti við getum talað það kannski alls konar útfærslur ef maður segja þannig að útgáfur af kynferðislegri synd en kannski rótin að því er það að girnast konu eða mann sem þú ættir ekki að girnast það er það að Jesús hann sagði sá sem að horfir á konu eins og hann ætti ekki að gera hann hefur þegar dríkt haldið fram hjá sinni konu eða dríkt hór með henni og í því felst syndin og
saman hvort þú hefur haldið framhjá eða ekki, eða hort á klám eða ekki, ef út í það er farið, sem að við mögulega tölum betur seinna ef þú hefur hort á konu eða mann á hátt sem þú ættir ekki að horfa á, þá hefur þið syndgað kynferðislega, þá hefur þið fallið í losta og þar er standardið mjög hár og hærri en klálega hærri en í samfélaginu okkar sem að lifir á einhverju leiti, á mörgu leiti fyrir kynferði, sérstaklega ungt fólk og leifir allt og bara normaliseringen á bara augljóslega kynferðislegu efni bara í einhverju sem það er ýmislegt efnið þarna sem að er blatantly kynferðislegt og maður veit það, skilur en svo er verið að lauma kynferðislegu efni bara allstaðar inn í rauninni í dag þannig að maður þarf að vera á varðbergi. Já þannig, og ég held að og við tölum for lack of a better word, hreinlífi sem andstæða dyggð, ég veit ekki, heilaleiki, helgun, eitthvað, bara við erum ekki að tala um einhverjar keðjur og belti til að halda aftur að þér en við erum að tala um heilaleika, við erum að tala um það að líkast Jesú, líkast Guði og það finnst mér, ég meina í mínum freistingum, mínum syndum áður, þar sem að ég horfi eins og ég ætti ekki að horfa eða skoða eitthvað sem ég ætti ekki að skoða eða hvað svo sem það er, hvernig svo sem það lítur út, þá finnst mér alltaf þegar ég sigrast á því, þess að ég fengi fyrirgefni á Guði og ég stenst freistingu, þá líður mér margfalt betur, af því að það er öll synd hefur einhvers konar veljan í för með sér, ekki satt? Flestar að minnsta kosti. Það er ánægilegt til skemmri tíma að borða of mikið eða borða vera gráðugur eða stunda falli einhverja kynferðislega freistingu. Ánægjan og veljanin er margföld við það að standast freistingu. Og ég bara segja að það er reynslu og ég held að 99% okkar sem að erum þeirra sem hlusta eða að tala geta tekið undir og 1% eru legarar sem að segjast ekki að hafa fallið í kynferðislega freistingu. En punkturinn minn er þessi bara dygðin og krafturinn og fegurðin í því að standast kynferðislega freistingu og lifa út lífstíl biblíunar eða það sem biblían kennir þegar kemur að kynferði sem er stórkostlegur rammi sem að Guð setur í kringum kynlíf í því felst dygð og í því felst þá er það að lifa út það sem þú bókstaflega skapaður til þess að lifa út. Þetta er ekki einn möguleiki á morgum sem er góður, þetta er það sem þú skapaður fyrir og við getum talað nánar um þann ramma seinna en ef við erum að tala um það að líkast Guði og stjórna okkar gerðum og freistingum en ekki láta það stjórna okkur og sem svona loka punkt inn í þessa umræðu þetta er síðasta sendin og síðasti þátturinn í þessari seríu okkar þá langar okkur að segja það að bara þetta eru allt sendir og þetta er allt eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og varast en það er engin fordæming ef að þú, kæri hlustandi, átt erfitt með eitthvað af þessu að þá viljum þú vitir það að þú ert ekki einn og það er mannlegt að eiga við þetta, það er eðlilegt að eiga við þetta og já þú veist ekki einn en það afsakar það ekki. Nei, nákvæmlega. Þú þarft náð og þér býðst náð, þér býðst fyrirgefning Guð vill fyrirgefa þér og ég ætla ekki að grípa fram fyrir þér en ég vil bara skjóta þessinn sem er það sem þú varst að segja. Já, akkurat, en eins og sé að og syndirnar eru fleiri syndir eru fleiri, þetta er ekki tæmandilisti þetta er ekki hinnar 7 syndir já, nákvæmlega og þannig mögulega tölu potið munum við tala meira um þessa óþægilegu hluti seinna en punkturinn þessi líkumst Guði við fáum fyrirgefningu í honum fyrir syndir sem við höfum gert og það sem við munum gera við getum alltaf komið aftur til hans og eltum hann og sigrumst á því sem að er að skaða okkur og það er svona lokaorðin í þessari 7-parta seríu. Já.